gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun og kom þú sæll Ólafur minn. Blessaður. Það aldeilis tíðindin hér í hlaðvarpinu í dag þar sem við erum mættir hér saman af holdi og blóði. Nákvæmlega, langt síðan síðast. Þetta mun vera í annað skipti í sögu hlaðvarpinu sem við komum saman hér í eigin persónu. Já. Og það svolítið öðruvísi. Já, það það. En pældi því samt, það jú annað skipti og þetta 70. þátturinn. Þannig að það líka að passa það vel mitt, að geta loksins hist og tekið upp þá saman. Já, nákvæmlega. En þannig að við hérna í hlaðvarpinu erum nú svona leiðin í sumarfrí. Og þetta var nú líklega síðasti þátturinn fyrir sumarfrí. Og en sumarspecial. Þú ert nú leiðin í sumarfrí, bara bókst í orðsins fyllstu merkingu. Já, byrjaði í sumarfrí 1. júní, þannig að ég fæðingarorlof sumarfrí, þannig að vera að keyra suður eftir til Þýskalands. Frá Norður-Noregi, þannig að það svona Skandinavíu reisa. Sko þetta drullu langt að koma sér í gegnum Skandinavíu þegar maður að fara á bíl til meginlandsins frá Norðurlöndunum. Og ég ekkert sem að margir átti sig á því hvað það í rauninni langt, sko. Nei, ég var einmitt hugsað til þess, sérstaklega þegar ég var komin, ég keyrði Núrland fylki og það var komin í Þrændaljós og þá var ég einmitt að hugsa þennan norðurveg, sem náttúrulega Noreg, það náttúrulega það nafnið, þetta landsvæði sem Haraldur Hárfagri sameinaði, það þessi norðurvegur, það sem norðan fjalla. Einmitt. Og þá var einmitt hugsað til þess, og líka þegar maður keyrir alla þessa firði og svona, þá skil maður líka mikið betri auðvitað að ferðast fólku auðvitað til hafs, það voru bátar og skip sem fólk notaði. Já. Því sko, ef maður keyrir til dæmis Noreg, það eru jarðgöng eftir jarðgöng, ég veit ekki hvað ég er búin að keyra gegnum mörg göng á leiðningað. Nei. Þannig að áður fyrir náttúrulega varst ekkert með það, þannig að þá var það bara sjórinn. Normenn eru duglegir í jarðgangnagerð. Ekkert smá. En það líka fjármagna alltaf með vegtollum. Já, en það athugað það langdýrasti hluti ferðarann, það eiginlega engin vegtollar allan leiðin sem við keyrum í Danmörku og Þýskalandi, en niður Noreg alveg hellingur af vegtollum og ég held síðan ekkert í Svíþjóðarleiðin upp undir. Ég veit. En svo svolítið athyglisvert, nú hef ég líka aðeins keyrt þetta, sko, og þau sem hafa keyrt, sko, í Noregi og í Skandinavíu, maður sér það, sko, að þú ert kannski keyrinn í Noregi og það eru ömurlegir vegir, skilurðu. Og síðan, sko, kemur yfir landamenn til Svíþjóðar og þá bara allt í einu kemur skiltin sem segir, skilurðu, hérna, Sverige, skilurðu, og svo bara vikka vegurinn upp og bara 120 og svo bara það bara það allt annað. Það allt annað, sko. En síðan kemur líka inn í að síðan eftir að ekkert að sjá nema skó þegar þú ert að keyra í Svíþjóð, sérstaklega norður Svíþjóð. Ég ætla að keyra þannig með leiðinni til baka. Það ekkert nema skóur eftir skó, alveg 100 kílómetrar, ekkert nema skóur, ekkert að sjá. Og það líka, og þarna sem þú veist hvað landafræðin náttúrulega hefur mikil áhrif, því auðvitað ástæðan fyrir náttúrulega veginir eins og þeir eru í Noregi, náttúrulega út á þessu fjöllum og fjörðum og allt annað, engin smá peningur líkur öllum sem jarðgöngum. Já. Og meina Svíarnir þurfa ekki að vera að díla við eitthvað slíkt, þeir eru bara með tiltölulega flatt landsvæði og þá getur bara lagt breiðan veg, tiltölulega ódýrt. Já. Og eins og í Sviss náttúrulega, endalaust af fjöllum og fjallaskörðu og eitthvað þannig, og það áhugavert, ég var að lesa bók gamla bók, það var svolítið skemmtilega frá 60 eitthvað, Sviss og svolítið svona sögu Sviss og aðeins svona ferðasaga líka á þannig. Það var að tala um það, sko, með að byggja járnbrautarkerfi þar, það hefði verið svo rosalega dýrt, líka við að ríkið að fara á hausinn, þau byggðu svo rosalega mikið eða lögðu svo mikið járnbrautarteinum. Það náttúrulega, landafræðin sem maður að berjast við hefur náttúrulega rosalega mikið að segja hvernig samfélag þróast. Já, ég meina, samfélag auðvitað eru byggjast upp og myndast út frá náttúrulegu umhverfi sínu, eins og við vorum að tala um til dæmis með þegar við vorum að tala um Kongó. Ég meina, þú veist, við vorum að tala um þetta viljum við ekki. Nei. Viljum við ekki hafa screensaver hérna á tölvunni. Nei. Allavega,
hvað var ég að segja, já, Kongó sem sagt eins og þú veist að segja skilur að þú veist, samfélögin eru algjörlega háð hérna náttúrunni skilur umhverfinu og þarna ertu með kannski mjög erfitt og torfært landsvæði með regnskóg og annað skilur en það sem ég fór aðeins að hugsa í tengslu við þetta sem við vorum að tala hann í síðasta þetta einmitt með þetta af því að sko ef það myndast sko þróuð hvað við segja landbúnaðarsamfélög sem síðan þróast út í borgarsamfélög í kringum þessar stóru ár eins og Níl, þú veist, Tígris og það allt saman því sömu andra þá nefndið þú einmitt Norður-Ameríku og Mississippi og þessar ár þar, það var bestu ár í heimi en út af hverju ætli það ekki myndast sko þróuð landbúnaðarsamfélög og borgarsamfélög þar fyrir landnám hvítamannsins á meðan það gerðist í Mið-Ameríku til dæmis Aztekar og þar var sem er frekar þróuð landbúnaðarsamfélög, borgarsamfélög heldur að það verið bara fámenni? Já, ég held að samblanda ég held að sé bara fyrst og fremst sko vöndun á dýrum og plöntum sem hægt var að rækta það til dæmis það er áhvert að maður sér þú veist, það er ekki tilvíðun til dæmis að hvað maður segja, þú veist, hænur held ég það er koma frá Indlandi upphaflega einhvers staðar þar og dreifðist sig um allt og svín og geitur og kindur koma einhvers staðar frá Miðausturlöndum og einmitt á þessum, þú veist, Evrasíufleka það var með svo rosalega mikið af dýrum og svona líka með hveiti sem dreifðist út allt á meðan í Norður-Ameríku þá voru þeir til dæmis ekki með hesta hestarnir koma náttúrulega voru fyrst tamdir einhvers staðar í sem er Rússland í dag kannski Kazakstan einhvers staðar okkur steppum þar en til dæmis í Norður-Ameríku voru engin hestar þannig að þeir voru engin burðadýr þannig að það setti mun takmarkaði mjög hversu stór ríkilega sem enn gáttu byggt en til dæmis á Ingum og Aztekum þá voru alltaf háðið því að fyrst og fremst að fólk þurfti að bera byrðirnar og manneskinn að það getur borið mikið minna heldur en hestur þannig að maður sér alltaf svona takmarkaði. Voru þeir ekki með hesta í Ameríku þá fyrir landnám Evrópumanna? Nei, hann dó út nefnilega það dó út hefur öll þessi stóru dýr í Norður-Ameríku og ég held að svona ráðandi skoðun í dag er að fyrstu mennirnir sem hafi þurrkað út allt þetta dýralíf og þannig að það er einslega með Papua Nýju-Gínea eða Ástralía þetta er þess að hann Jared Diamond talar þetta og síðan, þú veist, þetta er ekkit maður er að passa svolítið á því, þú veist, það er aldrei ein útskýring á neinu í sögunni en náttúrulega sumir útskýringar það vega þyngra og meira en aðrar ég held að þetta hafa svo mikið að segja því það voru til einhver svona borgarsamfélög í Norður-Ameríku og ég veit að það er svolítið svona umræðefni í bandarískri sögu hversu þróuðu hafi verið og hvers konar ríki þetta hafi verið og slíkt en það var bara rosalega takmarkað til þess aðal uppstöða þeirra var maís held ég og maísin er mikið erfiðari að rækta heldur en til dæmis hveiti og það tók maísin mikið lengri tíma held ég að aðlagast kaldar loftslag eftir því sem maísin fór lengur og lengur norður. Það er til dæmis maður verður líka að hugsa það sko að allar þessar plöntur sem við erum að borða í dag og þarf ekki að fara lengur bara 100 ára aftur í tíman og þá líta þessar plöntur allt öðruvísi út. Þú veist, bananarnir sem við borðum í dag, þú veist, ef við myndum sína svona banana einhverjum fyrir 100 árum síðan, það myndi ekki valla að vita hvað þetta væri. Þú veist, bananar áður og stappfullir af fræjum og bara pínlítið aldingkjöt, eins melónur, avokado og allt þetta. Þannig að það eru svo miklar takmarkanir einmitt þarna. En samt er það áhugavert síðan að þú sér sko að þú skoðar að þú vil líka borið saman sko hvað kostar að flytja allir eins vörur á landi og á sjó eða í ám og það séum allir með í Evrópu allir með Sviss sem dæmi eða einhvers héruð í Frakklandi þar sem menn var ekki búin að byggja nógu mikið á skurðum og svona og það var bara brjálaðislega dýrt að flytja korn bara frá einu héraði í næsta og það gat oft verið hungursneið og síðan var 200-300 kilometrar í næsta hérað og það var bara gnægð korns en vegirnir voru svo lélegir, dýrt að flytja, þannig að maður gæti ekki gert neitt. Það er allir með hluta því okkur Bretaðnir, einbildingin þar fór svona hratt að stað. Það var því líka mikið af ám sem hægt að sigla og síðan byggðuðu mikið af skurðum og tengdu þetta allt saman. Og það er svona sem allir sem maður hórt eins og Brasilíu. Brasilíu á mjög erfiða landafræði að stríða vegna þess að lítið af þessum ám þar eru almennilega siglanlegar.
Já. Og Amazon ekki almennilega seglanleg? jú, það náttúrulega aðalfljótið Já. en þú horfir, þú veist Brasilín náttúrulega tegir sér þarna eftir bara stórum hluta Austurstrandar, Suður-Ameríku þá var, þú veist, illtengjanlega allar þessar borgir, þú veist, þetta aðalega búið náttúrulega bara við ströndina og þá þetta þar út frá og meðan allir, það áhugast, það sniðast fyrir fólki í rauninu bara að googla bara kort, þú veist, siglanlegar ári eitthvað þannig og þá sér maður bara, þú veist, það breytir voðalega sínmanns á hlutina það til dæmis, það ekki tilvíðun að í Kína til dæmis, þú veist, það Gulá, þú veist, þar var aðal menningarsamfélag, þetta kringum hana vegna svo mikið ódýrar að flytja vörur á ám eða úr með Indus í Indlandi, Pakistan, með Níl, með Tigris og allt þetta og eins, þú veist, bara svo, já, þú sér það í Evrópu, Stóna og Rín og allar þessar ár, þetta skipta heilmiklu máli, það ennþá silthelling á þessum ám og síðan náttúrulega líka það sem kemur inn í þetta að það ekki fyrir með nútíma tækni, þú veist, að menn byrja að ríkið byrjar að leggja vegi að þá alltaf borgar það sér frekar vegna náttúrulega fljótlegara en það náttúrulega vegna þess að ríkið er náttúrulega að taka á sig þennan kostnað til þess að á Íslandi, þú veist, ef þú væri ekki með ríkið sem vil leggja veg, þá væri náttúrulega bara sjóflutningar það var miklu ódýrara strandsiglingar en það náttúrulega lagðist af vegna þess að ríkið byrjar að niðurgreiða þetta með því að setja upp vegi og svona byggja vegi ég las það í gær að það var eitthvað ný samgönguáætlun fyrir næstu 15 ára sem að eyða út öllum einbreiðum brúm á hringveginum og göng undir Öxnadalsheiði ég hef bara heyrt það nei, ég hef ekki heyrt það ég held nú kannski þurfti bara aðtöða hvort þetta væri nokkuð 1. apríl sko metnaður það nú góða frétti fyrir okkur norðanmenn já en mér finnst mjög áhugavert þetta fyrirbrigði einmitt sko hversu mikið áhrif þetta landafræðin hefur en eins og við talaðum áður það skiptir líka svo miklu máli og hvers konar korteldina sem maður horfir á að því þá skilum maður kannski oft hlutina mun betur eins og bara til dæmis þegar þú skoðar allir kort af Afganistan þú tala Afganistan stríðið þá verður að horfa eða á kortu hvernig þú veist, hvernig eru fjallaríkirnir og hvar eru aðalúst landbúnaðarsvæðin hvar eru verslunarleiðir plús síðan að horfa á kort og hvers konar fólk býr þarna og svo er það líka svo kannski, þú veist svo Alsír, skilur stærsta land Afríku þú veist, meirinn helmingurinn er eyðimörk, óbyggileg, skilur og þú veist, stærðin einhvern veginn og svo vorum að tala líka Stóra Kongó líka veist, það er náttúrulega mikið regnskógur og þannig að maður má ekki láta þessi blekkjast að þessu, sko nei, alls ekki nákvæmlega, sko það er mitt það er áhugavert með kort að sko akkur eru við hætt að setja sjóskrimslin á kort þessu gömlu miðalda Magna Mundi í kortin þú veist, þau voru sko upplýsingar sko, þú veist, hér er þú veist, þarna eru þessi lönd skilur, og svo voru menn að skrifa inn á þau skilur upplýsingar, þú veist hér eru heilöglöndin skilur, þarna er svona svo kannski mynd af, þú veist, einhverju kirkju eða mynd af, skilur, Jesús krossfestu með eitthvað, skilur, Jerúsalem alltaf í miðjunni, sko og þú veist, svo ertu með kannski, þú veist, kort af, þú veist Norður Afríku, skilur, svo með myndir af hinn og þessu sem er, þá er alls konar upplýsingar skilur, skrif inn á, skilur, því þá er þetta fyrir til þess að upplýsa þeim, skilur, hvar hlutinir eru setna náttúrulega að vera kort meira verkfæri til þess að rata og þurfa að vera rétt og þurfa að hafa hitt og þetta þá er orðið meira svona verkfæri meira heldur en svona til upplýsinga mitt og hérna ein fótungarnir eða hvað kallist þessi sem voru með einn fót þeir hörfu og hundmenni og allan svona og gaurarnir hérna með sem eru með andlita á maganum en hann getur ekki saman ég spáðsundum í því er þetta ekki geimverur okkar tíma er eiginlega svipa fyrirbrigði því að núna þekkir maður orðið svo vel jörðina við höfum alltaf séð myndir frá Mongólíu og Amazon frumskóginum og við vitum að það er einhver ættbálkar á hvað er þetta ekki Adamant eyjum í Indlandshafi og eitthvað svona
það svo lítið sem er raunveru ennþá alveg svona falið og framandi á jörðinni ok, og þá það, þú veist, næsta skrif, þú veist, okay, hvar þá þessi, þú veist þetta, þú veist, yfirnáttúrulega eða hvað maður á að kalla það þú veist, jú, það þá í geimnum, þú veist, þess að endur þessar myndir á, þú veist, geimvörum, þú veist, bara aliens myndirnar eða hvað það þá svolítið þangað já, og það hlýtur auðvitað að hafa verið, skilurðu, þú veist, fyrir miðaldamönnum þú veist, þá hljóta menn að hafa hugsað, sko við vitum að þarna er land, skilurðu, við vitum að þarna er eitthvað, en við vitum ekki hvað er þar, skilurðu. Þá það þetta opið fyrir, þú veist, ímyndunaraflið, skilurðu, að finna út hvað það er. Og það er auðvitað svolítið áhugavert að sjá það í því samhengi, því að við vitum líka af öllum þessum plánetum, skilurðu, við vitum ekkert hvað er á þeim. Nei, mitt. Ekki hugmynd. Nei. Þannig séður einu veru. Það séðan líka það sýnir líka hvað þetta er flókið ég hef oft hugsað það ég mann nefnilega svo vel þegar ég var lítið strákur og fannst mér svo skrítið þú veist, ok, þú veist að það er þetta framandi land þarna, okkur siglur ekki bara eftir strönd Afríku og bara uppgötver þetta bara, þetta lítur að vera mjög einfalt, þú bara siglir með frá ströndinni þú er bara alltaf með ströndin og vinstri höndi eða hvað það er og sen siglur bara suður eftir en síðan þegar ég byrjaði að kynna mér þetta betur og lesa, þá var það svo áhugavert að nei, það virkar ekki þannig þú veist, það eru vindar sem blása þá frá austri til vesturs það eru, þú veist, hafstraumar og svona, það er ekki bara að sigla með frá ströndinni, þannig að þú þarft til dæmis að ætlar að komast aftur tilbaka og minn með þessi þannig, sko, að þú er komin suður eftir Afríku, þá verður að sigla, sko, beint út á opið haf og svo ná okkur vindum þar til þess að aftur komast austur þá að ströndinni og þú veist, ok, og þá breytist það allir ok, ertu tilbúin að sigla bara til opið haf og bara taka sjensinn og það Ná, það einst, þú veist, þegar menn voru að sigla til næstu Indlands og svona, þú veist, það var heldur ekkert bara farin búið í skipi við Rauðahaf og sigla frá Egyptalandi og bara fylgja Arabíuskaganum og síðan Persaflóa og Íran og svo komið til Indlands heldur þurftu, sko, kaupmenn, til dæmis rómverskir kaupmenn fóru einhverjir þessa ferð en það er áhört og þá eittu þeir með tíma, sko, í að tala við auðvitað menn sem höfðu nú þegar siglt þetta safna upplýsingum koma staði okkar hvers konar vindar blása til þess monsún, þú veist, hvað er það rómverjar vissu náttúrulega ekki hvað monsún fyrirbæði væri þannig að þeir eittu löngum tíma oft í eitthvað svona en það er svona að gera þeir ennþá, þú veist, aðdáunarverðar að menn hafi síðan lagt í svona reisur En þá þurfum alltaf þetta tæknin líka forsenda að það væri komið skip sem gátu farið svona og gátu tekist á við svona. En mér finnst alltaf líka áhugavert að hugsa til þess, ég meina, allt þetta fólk sem hefur verið að þvælast eitthvert og komið okkur að staði, en það er bara ekkert, þú veist, það er ekki dokumentar, við vitum ekkert um það. Nei, mitt. Til dæmis bara, þá sér maður svolítið svona fátækt fornleifafræðinnar og það, þú veist, ekki neikværi menningu, heldur bara svona hvaða takmarka hvað maður hefur af fornminjum til dæmis, sko, mannkynssagan ju bara hársbreytt frá því að gjörbreytast ef þú myndir uppgötva eitt, þú veist, smá brot úr einhverju rómversku skipi í Brasilíu til dæmis og þú getur karbondatað það og svona þá er allt í einu verið komið sönnun fyrir því heyrðu, Rómverjar sigldu til Brasilíu og sumir hafa veltaði fyrir sér og það er til ykkur svona örfá svona umdeild ummerki þegar að fundi ykkur peninga og svona en það hefði vel verið að þessi peningar hafi komið seinna þannig að það er langt í frá að sé eitthvað sem er óvíkjandi sannanir en Rómverjarnir gátu þetta siglt eða fönikjum en hvað það er menn hafa ekki fundið neitt það er allir við tilvíðunum að sjá ég það það er til, það tekur til krossfestingar sem dæmi það nú er ekki búin að kynna mér þetta nákvæmlega en ég las þetta eitthvað núna á netinu bara fyrir tilvíðun að það þeirra fundi, sko, held ég eitt bein með þá nagla rekinni í gegn sem er þá eina fornleifafræðilega sönnunin fyrir því að Rómverjar hafi raunverulega krossfest fólk annars ertu bara með, þú veist, sögulegar heimildir fyrir því og þá náttúrulega munir þar á og það er mjög áhugavert, þú veist, allir fyrir öllum er það sjálfsagt, jú, auðvitað, krossfestur Rómverjar fólk en ef maður byrjar að skoða, ok, hvað heimildir höfur raunverulega fyrir því jú, það er allar þessar sögulega heimildir en þú veist, maður allavega að skrifa í sögulegum heimildum og vitum að tölvört að því er ekki rétt svo ertu bara að missa einu
ok, kannski þetta óyggjandi sönnun Já, sem þetta eina, sem algjör tilviljun að þetta bein og þessi nagli í Já. gegnum hvort það var hæla bein eða risti eða hvað það hafi einhvern veginn lifað af. já. En getur ekki verið að menn hafi bara plokkað naglana úr þegar menn voru grafnir? Það getur þetta allan á þannig, þeir hafa verið, Þú lítur að þurft að nota svolítið stóra nagli í þetta. já, nákvæmlega, og það getur að sóa járninu. Já, hlýtur að vera, sko. En þú veist, svo erum við náttúrulega að tala um eitthvað sem skilur praktíserað, skilur yfir mörg hundruð ár Já, og þú veist, merkilegt að það skulle ekki finnast fleiri þarna fótlega fyrir því, sko. já. En það líka bara eins og með, þú veist, svona steingervinga og þannig, til dæmis. Steingervingar af þá, hvað kallar, fyrir svona mannöpum og mannategundum, þú veist, það rosalega lítið til í raun og Þetta veru. er bara brot. Bara brota Og risaðlur líka. Og risaðlur, já. Að því, þú veist, þetta varveitist ekki nema við ykkur og þú veist, ekstrím aðstæður, skilur. Já. Þannig að til dæmis, sko, ég held að 90, eða hvort sé 99% af öllu lífi sem til hefur verið á jörðinni eru aldrei að fara að vita neitt því, þú veist, stór hluti af sem skilgert sín einsteingervinga og svo lítið, þú veist, það var svo eins og segja, svo rosalega tilviljunarkennt. Og það er líka það sem er svo fárlega skrítið þegar við hugsum um söguna, mannkynssöguna, skilur. Já. Þú veist, það er þetta einhvern veginn hvað, þú veist, einhvern veginn, þú veist, mannkynnið er bara pínlítið hluti af sögu lífs á jörðinni, skilur, og svo náttúrulega saga lífs á jörðinni pínlítið hluti af sögu jarðarinnar, skilur. Já. Og síðan er sko, þú veist, það sem fornleifafræðin hefur af sögu mannkyns líka bara lítið hluti. Já. Og síðan náttúrulega þessi svokallaði sögulegi tími, hann er náttúrulega bara mjög lítill. Mjög lítill, já. Og það er svo skrítið að vera hérna, skilur, 2023 eftir Krist, skilur, og sjá hvað við erum orðin ótrúlega þróuð tegund. Bara, og þegar maður horfir á þetta í svona, þú veist, þessu risastóra samhengi, sko, þá er alveg bókað að þetta samfélag manna eins og það er núna í dag, það mun hrynja á einhverjum tímapunkti og koma aftur, skilur. Að því, þú veist, maður getur ekki haldið áfram svona, skilur. Það er svo létt að sitja í dag og hugsa, skilur, við erum á, þú veist, end of history, skilur, við erum á, þú veist, endapunktinum. Og þú veist, og hugsa, skilur, þú veist, það eru sko 50, þú veist, það eru hvað er þetta, 50.000 ára eða eitthvað aftur í tíman og það eru líka 50.000 ár fram í tíman, skilur. Pældi í þessu. Já. Og svo líka, þú veist, heimurinn, hann er svo ógeðslega háður allir þessari tækni sem við erum með og allir þessari tengingu, þessum samgöngum og verslun, skilur. Og svo bætist við náttúrulega fjarskipti, skilur, og tenging þannig. Já. Og hvað ef eitthvað af þessu feilar? Hvað ef að sko það gerist eitthvað þannig að, þú veist, úthafssiglingar, þú veist, raskast, skilur. Já. Þá eru við sem búum hérna hjara veraldar bara fucked. Já. Hann er hérna stjórnmálafræðingur sem heitir Peter Sagan, Bandaríkjamaður. Hann er mikið að tala hann er svolítið að tala um þetta. Hann er að spá því nefnilega að þessi alþjóðahyggja sé að fara líðundur lok. Ég veit ekki, mjög áhugavert mikið sem hann segir, þegar hann bendir á hvað allt er, þú veist, tengt og meðal annars bendir hann á það, þú veist, að siglingarleiðir séu opnar og örugar. Það er fyrst og fremst það bandaríska flótanum að þakka að til dæmis tryggingar eru alveg sko þvílíkt lágar á skipum í raun og veru vegna þess að þú veist það er svo rosalega lítil áhætta á höfunum, það er eiginlega ekkert sjórán og það er eiginlega ekkert að ríki sé í einhverjum styrjöldum og ógnar skipaleiðum og eitthvað þannig. Nei. Það var nú bara fyrir nokkrum árum, það var alltaf að tala um sómalska sjóræninga. Já, og þess vegna var það eins og mikið sjokk, sko. Nei, svo var bara skrúa fyrir það, sko. Svo var bara skrúa fyrir það. Og núna, heyrir maður ekkert að því, jú, það er einhver kallar hann eitthvað að reyna, en... Mér fannst alltaf svo fyndir ég heyri fyrstu þegar ég var lítil, sko. Já. Sómalski sjóræningar, maður bara svona, hvað er þetta, öglepp, skilur, og komið svona hníf í kjaftinu Ekki alveg. Nei, ekki alveg. En síðan, það sem meðast áhört, hann heldur í fram á Bandaríkjum muni að þú veist draga sér til hlé, svo ekki lengur hafa áhuga á því að halda skipulegðunum opnum.
mér finnst það ekki færa en almenn rök fyrir af hverju það ætti að gerast í Bandaríkjamenn eru voða uppteknir af því ennþá að pumpa í herinn og til dæmis bara þetta stóra flugmóðskip þeirra núna, það var náttúrulega að sigla hérna til Noregs og sigla frá Oslo og norður eftir stærsta herskip sem við komið til Noregs og Bandaríkjamenn Hvað var það? USS George W. Bush eða eitthvað? Já, Gerald Ford okay. eitthvað þannig og þannig að þú veist Bandaríkjamenn eru náttúrulega ennþá að halda opnum öllum skipaleiðum og það er svona að sjá fyrir sér að En af hverju sér að Bandaríkjamenn sem halda opnum skipaleiðum? Það er þeir sem gera þú veist, restin af heiminum Ertu að tala um að verja þig fyrir sjórán eða? Já Ertu nú alveg sem að það stemmi? Já, það er bandaríski flotinn er sko að sigla öll heimsins höf og bandaríski flotinn er stærri heldur en allur heimurinn til samans bara Bandaríkjamenn er sko fleiri flugmóðskip heldur en allir aðrir En það er ekki endilega flugmóðskip til að stoppa ykkur á sjóræningja? Nei, en það snýst það sko að áður fyrir til dæmis Ég meina ef það er olíuskip og leiðinni frá Rotterdam til Íslands eða eitthvað það er ekki eitthvað bandarísk flugmóðskip að passa það? Óbeint með því að þeir sigla reglulega allan heim með flottastöður út allt og þetta er hluti af sko friðarsamkomulegin eftir seinni heimsstyrjöld Bandaríkjamenn tóku að sér vegna þess að áður en Bandaríkjamenn gerðu þetta þá voru það Bretar sem voru að halda skipaleiðum opnum og verja heimssiglingar en síðan kom alltaf svona babb í bátinn þegar þessi ríki voru náttúrulega að lenda saman þú veist krímstíð með því Frakka og Breta á móti Rússa það var alltaf svona gunboat diplomacy það var freistandi að kannski að svona verslun andstæðingsins taka yfir verslunastöðvar og þannig það var allavega þannig dæmi og allt slíkt leiði til þess að tryggingar og allt þannig og flutningskostnaður ríkur upp það var allt í norði allt og dýrt að flytja til dæmis hvað maður segja ódýrt kort frá Rússlandi til Amsterdam eða Rotterdam það var allt í fólk farið að svelta þar eða það er ekki lengur hagkvæmt að flytja bómull frá Indlandi til Manchester og Liverpool þannig að það er allavega svona hlutir sem kom inn í þetta og Bandaríkin eru að halda þessu öll upp því raun og veru Bandaríkin náttúrulega eru þeir drottni yfir heiminum og stýra öll eins og þeir vilja það var alltaf oft verið að tala um að það sé einhver hnignun hjá Bandaríkjum og svona það er það ekki ég er ekki að segja þetta vegna þess að ég er svo rosalega Ameríku aðdáandi en bara það er áhugavert þegar maður sest niður og byrjar að skoða allir bara tölurnar til dæmis bara yfir flugmóðskipin maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað eitt svona flugmóðskip er sko stjarnfræðilega dýrt til dæmis bara bandaríski flotinn held ég er með 3. stærsta flugherja í heimi ef ég man rétt, nú erum við að tala bara bandaríski flotinn Bandaríkjamenn í heild sinni það eru með lang stærsta flugherja í heimi Já, þetta er svona þú segir að Apple sé stærsti úraframleiðandi í heimi Já Þannig að sko Bandaríkin eftir að drottna líka við 21. öldinni og til dæmis það er mikið að tala um hvað Kína er að byggja upp mikið af skipum og svona það er náttúrulega bara svona drasslskip samanborið þessi Bandaríkjamenn er með því þetta eru skip sem geta ekkert siglt nema kannski ég veit ekki 200-300 kilometra frá strönd Kína á meðan Bandaríkjamenn geta siglt hvar sem þeir vilja En það sem er náttúrulega málið með Kína er náttúrulega þú veist að það er svo mikill mannauður og auðlindir og ríkidæmi og mikill potential til þess að byggja upp sko rosalega mikið veldi sko þó þessi kannski komið núna og það er eftir líka svolítið með svona miðstýrða þú veist þú getur miðstýrt öllu í eina átt skilur sagt ok, eftir 100 ára ætlum við að vera að koma með svona en það er bara svo hættulegt að því að ef menn taka villis rákarinn þá getur það haft svo gífurlega áhrif til dæmis núna er Kína stjórnvöld drullur hrædd við það að það er fólksfækkun í Kína og ég ekki tala um að út af þessari einbirnis stefnu að þá er það eftir að vera algjör krísa þegar þessi einbirni er orðin fullorðin og svo er þetta meiri hlutin kallmenn þannig að Kína stendur frá mér fyrir gífurlegum samfélagsvandamálum á næstu áratugum það er þessi aldraðarbylgjan sem kemur fólk er ekki eignast börn þannig að þá ertu ekki með lengur kannski þennan stóra vinnuflokk sem getur bara keyrt í gegn eitthvað og séð fyrir þá ríki og elli borgurum og eldri borgurum allt slíkt
þannig að sko Kína mun óstöðuðra heldur en menn halda eða oft talað og til dæmis það var bara það er fréttir núna, Kína náttúrulega núna bara næst fjölmennast ríki heimi, Indland er náttúrulega orðið fjölmennara og kínverðstjórnvöld er núna á fullu sko, ítá fólk að gifta sig og eignast börn og er að koma allan á svona ívilnanir en fólk er ekki bregðast við, það er ekki bara þetta þessi einbirnis stefna sem er búin að eðalega allt heldur en svo brjálæslega samkeppni í Kína og það drepur niður allan hvata til þess að eignast börn það er drávært, maður sér að sami Suður-Kóreu og Japan Suður-Kóreu er líka svolítið svona áhvert það er svona, það sem við sjáum frá Suður-Kóreu er svolítið svona glansmynd það er K-pop og það er hérna Squid Games og eitthvað svona þættir og bíómyndir og svona vinsælt en Suður-Kóreu er sko í raun og veru algjör dystopía að ýmsu leyti meðal annars í því að sko skólakerfið byggt upp þannig að þeir segja það er vist orðtæk í Suður-Kóreu að ef þú sefur hvernig var það, ef þú sefur 4 tíma á nóttu þá kemst inn í mjög góðan háskóla ef þú sefur 5 tíma á nóttu þá kemst í gegnum ágætis háskóla ef þú sefur 6 tíma þá kemst ekki inn í neitt háskóla það er bara svo leys þannig að þú veist það er sturlu samkeppni en það er sjálfsmálstíðin í Suður-Kóreu alveg þvílíkt há og fæðingartíðin er að lægsta í heimi, ég held að fæðingartíðin þar sé komin niður sko 1,28 eða hún komin undir 1 það þýðir bara Suður-Kóreu er samfélag sem er að deyja þú veist, nokkra kynslóður að heldur áfram svona, þú veist, þá hríðfellur fólksfjöldin og þá er ekki nóg mikið að börnum sem verða sem fullorðin einstaklingar og vinna og borga skatta til þess að framfleyta. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig heimunum verður árið 2100. Það er mjög áhugavert. Það var nú gaman að maður myndi nú ná að lifa til að sjá það, ég rekna nú ekki með því. Veit ekki, það er mikilvægar byltingar í læknavísindum. Ég get alveg trú að við slögum upp í það. Ekki að maður heldur áfram að borða McDonald's í hádegi sem við vorum að gera það. Það er spurning. Það er spurning. Herðu, þegar við vorum alltaf gamli menn og konur elli heimili og svona. Verðum við þá ekki bara að taka upp þátt og sögurskoðun þar og ræða málið? Við hefum nú rætt áður. En það verður örugglega bara einhver vélmenni eða einhver gervigreind eða eitthvað sem við sjáum okkur elli heimili. Já, örugglega. Pældi í þessa gervigreind, skilur við. Þú veist, mér finnst þið svo, sko, nú er ég ekkert inn í þessum tækni heiminn þannig séð eitthvað að lesa tæknifréttir á hverjum degi, sko. Þannig að, sko, mér finnst þið svo, allt þetta með þetta ChatGPT og þessa gervigreind, skilur í svona language stæmi sem er búið að vera mjög áberandi núna, bara síðustu mánuðina. Þú veist, mér finnst þið svo, það hefur bara svona, ég hafi bara heyrt af því fyrst, skilur bara fyrir á þessu ári. Já. Og þú veist, verandi bara svona average lesandi blaða sko og hérna og það er ekkert mann finnst þessi búin að tröllríða svo miklu og allt í einu fer maður að hugsa og svo er þetta, þú veist, Elon Musk og þeir að segja eitthvað, þú veist, já, við erum að taka pási að þróa þetta og allt í einu, ég held að þetta sé gríðarlega bylting algjörlega og þarna og pældi þú veist potentialin sem þetta hefur, skilur ég held að við séum að upplega núna eitthvað svona tæknibyltingu eins og þú veist þegar snjallsímarnir voru að koma eða þegar þú veist internetið voru að koma eða eitthvað. Já, algjörlega. Við erum að gera það og það er náttúrulega áhugavert að sjá sko hvernig maður getur einmitt nota þessi forri til þess að vinna sér hlutina mikið léttar. Ertu búin að nota ChatGPT eitthvað í vinnunni? Þess að semja hérna predikanir semja predikanir og svona. Nei, ég hef þetta ekki gengið svo langt. Það er alveg þetta, því það er náttúrulega það sem hann er bestur í. Og maður það líka að passa sig, allavega þessi, nú eru ykkur í tækninördar að núti alveg að missa sig, sko, en bara undirstrika það, ég er engin expert í þessu, sko, en eins og þessi hérna ChatGPT 3 eða hvað hann hétt hana, sem var ókipis, sko, svo komur hann 4 sem að veist að vera miklu betri og eitthvað svona, en allavega þessi sem að ég var eitthvað að testa. Ég átti mjög áhugavert spjall við hann, sko, eða hann eða hán, þú veist, við rættum saman heim og geima, sko. Heim og geima, og þarna til dæmis, sko var að spyrja alls konar spurninga og þú veist, eitthvað svona slummis, sko, hvað ef að hérna, hvernig þið farið, skilur, ef að Adolf Hitler hefði verið tekið til fanga 1945, skilur og þá kemur alltaf þess, já, það er mjög erfitt að segja en og svo kemur við með svona eitthvað sem hún fyrst þegar er líklegt að myndi gerast, sko. Og hann sagði til mig svo eitthvað, þú veist, að hann hefði verið tekin að lífi eða eitthvað, skilur. Og ég segi,
Fyrst er ekki ólíklegt að hann hefði verið tekin af lífi en hefði verið tekin af vesturveldunum sko. Jú, einmitt, það er rétt í þér. Það er frekar ólíklegt. Af því hann er alltaf að læra sko. Já. Og það er líka þannig að ef þú segir eitthvað við hann Já. og hann er líka svolítið svona svo krakki sko. Því að þú veist, ef hann segir eitthvað vitleysu og þú leiðréttir hann Já. þá kemur alltaf svona, já, fyrirgefðu, alveg rétt hjá þér, þú misskildi mig sko. Já. Skilur ég var ekki að meina þetta. Svo átti ég langt samtal við hann til mis ef að Bísanska ríkið hefði ekki fallið sko. Já. Svo voru við að ræða, þú veist, hvernig það væri á þú veist, á 19. öld og hvernig það myndi bregðast við innbyltingunni skiluru og þú veist, og svo segir hann eitthvað svona kjaftaði og svo leiðir ég til þetta meika nú ekki alveg sens hjá þér, segja ég er ósammálaðir, ég held nú frekar að þetta myndi hafa verið svona og svona. Já, þú misskildi mig sko, ég var ekki alveg að meina það sko. En það sem maður þarf að passa sem rosalega mikið með þetta það er að nota þetta semst fyrir staðarindir sko. Að hann lígur bara hann lígur bara pældi þessu, ég var í vinnunni skjalavörður og skjalasanni og við vorum með skjöl sem hafði verið það hafði verið bruni í herbygginu eða eldur, þannig að það var sót á skjólunum og ég var eitthvað svona að leika með og svo spurði ég ChatGPT hvernig á maður að meðhundla sót á skjölum og þá kemur hann með svona rosalega flott svar sko, bara sót getur haft mjög slæm áhrif fyrir skjöl út af bla 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 mikilvægt er að bla 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 og þú þarft að hafa samband við forvörð ef þú ert óviss með hvað þú átt að gera og eitthvað svona en hérna koma nokkur skref það hvað þú getur gert þess að meðhandla sót á skjölum sem kemur númer 1 þú veist, notaðu hanska og settu á þig grímu og settu skjölin á borðið og náðu þeir í bursta og klút og eitthvað svona og kemur með svona lista yfir atriði sem að sko lítur mjög legit út sko og svo sagði ég, hörðu, ertu með einhverjar heimildir til þess að vísa í hérna einhver litteratúr, hvaðan þú hefur þetta gefðu mér hérna heimildarlista fyrir þessum upplýsingum sem þú varst að gefa mér með blaðsíðutali, sagði ég ekkert mál svo listar hann upp sko heimildirnar og þá er eitthvað þú veist, listar upp eitthvað svona Royal Canadian Archives þú veist, útgáfa sót og sveppa meðhöndlun á skjölum og þú veist, conservation eitthvað bla bla skýrsla nummer 32 1999 og svo linkur á PDF-ið sko blaðsíða 5 og svo, þú veist, hérna eitthvað norsk arkívrót þú veist, eitthvað dæmi sko National Archives í Bandaríkjunum sko, eitthvað svona útgáfur frá einhverjum skjalasöfnum og vísar í alltaf og svo svona sjá blaðsíðu 35 stendur efst, sjá líka blaðsíðu 146 málsgrein númer 3 segir hann sko síðan þegar maður klikkar á linkan, alltaf virka þeir ekki en síðan þegar þú googlar þessari útgáfur sem hann er að vitni þá er það ekki til og það er nefnilega málið að þú veist, ok, hann lýgur, hann kannski ekki ljúga en að því að hann er creative, hann er mjög góður í að vera skapandi þannig að hann er að búa til eitthvað sem lítur mjög raunverulega út eins og svona heimildalisti myndi lít út þannig að maður þarf að passa sig með þetta sko og ég var alveg freistast þegar ég var að skoða hann fyrst sko, það fannst mér hann svo sniður sko og það var þegar við vorum að gera þáttunum frönsku byltinguna og þá var ég að testa svona hérna hvað er með lista yfir skilur mikilvægustu ártöl í tengslu frönsku byltinguna og hann gerir það alveg og eða hvað er með lista yfir þú veist, mikilvægustu atriði sem tengjast sko frönsku byltingunni eða aðdraganda frönsku byltingar og hann kemur með það en ef að þú þekkir málið aðeins þá tekst þér að spotta hvað er rétt og hvað er ránt af því að það er alveg margt sem að segja sem er rétt en síðan kemur eitthvað sem er bara algjört kjaftæði inn á milli þannig að sko þú veist, hlustendur skilur ef maður vil testa þetta þá skal maður að testa með eitthvað málefni sem þú veist mjög mikið bara sem þú ert expert í fótbolti eða þú veist
já, hvað hvað það skilur spyrja hann út í einhverjar staðrendir Já, og þá getur þú spottað það sem ránt en ef þú ert ekki expert í því nei þess að ég myndi spyrja út í eitthvað fótboltaspurningar eða eitthvað Já, þá veit ég náttúrulega ekkert hvað er rétt og hvað er ránt nei, það hefur maður ekki hugmynd. þar er hættan í þessu skilur Já, alveg. þannig að það sem hann þarf að gera það sem þeir þurfa að gera þegar þau eru að þróa þetta er að þau þurfa að ná að passa að ChatGPT ljú ekki Já, eða bú ekki til já misinformation Og ég sé fyrir mér að það sé rosalega flókið já, Sú forritin hlýtur að vera mjög flókin já, að þú ert að búa til Já, þú ert með það því að það er alltaf bara forrit sem gerir svo sem enga grein fyrir því hvað er sannleikur og lígi eða eitthvað skilning á hverju slíku þá náttúrulega verður það mjög flókið en það er samt með þetta eins og margt annað að þetta verður, þú veist, þetta er bara, ég líti á þetta bara sem verkfæri og sér verður maður líka bara að vera gera sér grein fyrir því það, hversu takmarkað verkfærið er eins og bara til dæmis þegar ég byrjaði latínunni hérna á NTNU þá notaði ég Google Translate alveg heilmikið en ég kunni þess fyrir mér norsku ég náttúrulega, það er gegnum þetta dönsku nám og svo var búin að vera hérna allir tíma og svo eftir því sem ég lærði aðeins latinu og svona þá gæti ég nota Google Translate sem var mjög takmarkað á sínum tíma en það gæti oft gefið hugmyndir eða svona beintir rétta átt það var bara verkfæri sem gerði aðeins léttara að þýða texta en vegna þess að maður kunni aðeins ég vissi alveg hvað ég var að gera ég var að vinna með allar sem málfræðibækur og svona þá gæti ég nota það og meðan að ykkur hefur komið sem kunni ekkert í þessum tungumálum og ætlaði að fara að þýða þá ætlaði að fara bara einhver steipu og ég sé mitt fyrir mig og hefur þetta séð sjálfur chat TGP eru þetta svolítið svona þú verður að vita hvað þú ert að vinna með það er svo mikil freistni í því að þú veist það er svo þægilegt skiluru að segja við ChatGPT komdu með svari við þessari spurningu og svo segir hann eitthvað rosalega sannfærandi svar skiluru og það er svo, þú veist, það er svo freistandi að bara taka þessu sem gildum sannleik en þú veist, það er nefnilega þetta er svona ákveðin freistni vandi þannig það er það og það er líka þannig náttúrulega með sagnfræðina það er voðalega freistandi allar svona einföldu útskýringar eins og til dæmis við erum náttúrulega oft talað Jared Diamond og sagt til dæmis Jared Diamond fer að verða ykkur vinur hlaðvarpsins nákvæmlega þú veist, hórum bara landafræðin Geography is destiny þú veist, eitthvað neginn svona, það er mjög einfalt og hórum bara landafræði, það er svona ár það er leittu til svona þetta heitir Eyríki, þá þarf maður að vera með báta á skip og það ítir undir verslun og svona, þess að breska heimsveldi svona stort en auðvitað er mikið flóknur en svo eða eins og með kommunismann þetta er ekkert annað en stéttabaráttu, stéttadeilur það var einfalt og svona freistandi útskýring í einfaldleika sínum en síðan þegar maður byrjar að skoða hluti og sér maður alltaf þetta er kannski mjög mikilvæg hluti stéttabaráttu til þess á 20. öld er alveg það er mikilvæg þáttur en það er ekki eini þátturinn nei. Og það er alltaf svona með allt alveg saman hvað það tekur fyrir hendur þú sagt að og það er oft freistandi og það er alveg töluvert að sagnfræðingum það sem fallakast í svolítið þá freistni að einfalda svolítið hluti af því maður reyna að ná utan um eitthvað sem er svo flókið Mér finnst áhugavert í tengslu þetta, við nefndum það aðeins í gær þau vorum ekki að taka upp sko þetta með þessar einföldu útskýringar sem að setja alltaf bara og ganga svona aftur við líka nefndum þetta aðurinn í hlaðvarpinu sko þú veist eins og með hann Matthew Perry sem að opnaði Japan skilur Akkur er alltaf notuð þessi frasi eða þú veist, Íslendingar gengu Noregs konungi á hönd þú veist, þetta gengur alltaf aftur og aftur þessi sami frasi, skilur gengur aftur og aftur balkarska púðutinnan já það er allar það er alveg rétt, það er alltaf notað púðutunna það líka ég hef aldrei heyrt talað neitt annað svæði sem talar sem púðutunna þetta er ekki eins og miðausturlöndi alltaf íldir og það en það er ekki talað það á sama hátt og balkanska mín kenningu svo að þú veist einhver hefur byrjað að segja þetta í einhverju, þú veist þetta hefur verið í fjölmiðlum á svona tíma eða eitthvað svoleiðis, skilurðu? Einhver blaðamaður sko, já og púðutunnan og balkanska sko síðan einhvern veginn finnst fólki þetta
vera svo, passa svo vel Já, að þú veist, fólk vera að nota þetta alltaf aftur og aftur, svo 100 ára setna erum að tala um þetta þá já, var þetta ennþá að nota, sko. já. Það er sérstakur gestur í hlaðarpinu í dag. Hún er hérna á gólfinu. Það er sagfræði hundurinn Molly. Hún er helviti róleg, sko. Já, en ekki múin að sofa í gegnum umræðunar. Hún alltaf er svolítið svona, henni veist best að hlusta bara, sko. Hún Já. leggur ekki mikið orð í belg, sko. Nei. En hún tekur þetta allt inn til sín og meldi þetta, sko. Sem við erum að segja þetta. Nákvæmlega, sko. Nei, það er líka svo því við talað það er líka bara áhugavert fyrirbrigði í sjálfur sér. Fallaborgir eða eru borgir sigraðar eða endursigraðar, endurheimtar eða eins og við tölum fall Konstantínóplar. Já. Tökum allir með Já, við segjum fall Konstantínópel. Já, Á meðan Tyrkir segja kannski, sko, já, þetta var mikill sigur. mikill sigur, já. Og mér finnst það mjög áhugavert eins og þegar við vorum að tala síðast Byzantinska ríkið, sem ég man ekki hvernig var, þá minnir mér nú að ég hafi nefnt þetta. Þess að þetta með að sko, á þess að ég sé expert í tyrkneskri sagfræði eða það, sko, þá ger ég ráð fyrir, skilur, að þú veist, þetta er upprunni nútíma ríkis Tyrklands, skilur, eða, þú veist, það er Ottomanveldið og þetta, skilur, þeirra menningar og þá hlýtur að sjálfsög þetta vera litið á sem alltaf bara jákvæðan hlut, sko. Já, algjörlega. En svona erum við alltaf að tala um þetta sem eitthvað fall, sko. Já, Þetta er alltaf fall austurnorska ríkisins auðvitað. já. Þannig að það er alltaf mismunandi sjónarhóðn og allt. Já, Og ég meina, Ameríkumenn, Bandaríkjamenn til mis, þú veist, það er talað um, þú veist, Columbus Day eða hvað þetta er, sko. já, Þú veist, þegar Kristoffer Columbus fann Ameríku, skilur, það er upprunnin, sko. já. Og meðan það var endalokkin fyrir hinna, sko. Já, endar ekki fyrir hérna. Já. Það er náttúrulega líka kapli út fyrir sig, sko, hvað það er náttúrulega orðið umdeilt með Columbus og alla þá sögu. Á hvað leiti? Nei, það er svo erfitt, þú veist, það er svo mikið af líka allan mýtum og hvað við segjum, svona sterkum tilfinningum í tengslum allt þetta. Til dæmis, það er, ég hugsa um það, getur návært að tala um einhvern tímann, það er fræg bók eftir bandarískan sagfræðing. Þar sem hann fer yfir þessa sögu og heitir hann ekki bara eitthvað People's History of America eða eitthvað þannig. People's History of the United States er til, sko. Já, Hvað heitir hvort sé það ekki aftur? svo bók. Man ekki hvað hann heitir. Þar sem að hann talar þá fyrst og fremst náttúrulega um þetta sem þá bara þjóðarmorð og þarna komið Evrópubúar og þurrki út heilu ættbálkunum og þurrki út heilu ættbálkunum og samfélagunum. Ég veit að en svo bók náttúrulega er umdeild vegna þess að stór hluti af þessu náttúrulega líka var það að megin hluti af þessu fólki náttúrulega dót út á sjúkdómum og það náttúrulega var ekkert eitthvað skipulag vegna þess að menn náttúrulega gerir sér ekki grein fyrir því að þessi sjúkdómar væru til á sínum tíma, þú veist, það vissi enginn hvað bakteríur væri, þú veist, bakteríur voru ekki uppkvötuð fyrir bara undir lok 19. aldar, ef maður rétt, og þá fyrst að menn byrja eitthvað að skilja tengsl þar á milli og sjúkdóma og svona. Já, veist, auðvitað er það ekki þjóðumor kannski ef að fólki deyr úr einhverju plágu, en náttúrulega ef fólki deyr vegna þess að það er hneppt í þrældóm, skilur, og það er látið strita á okkur ökkurum, skilur. Já, það er það. Og náttúrulega Norður-Ameríka náttúrulega, eða Ameríka tæmdist í raun og veru af fólki út af öllum þessum gamla heims sjúkdómum sem fólk hafði ekkert ónæmi fyrir og hrundi því náttúrulega niður. Því náttúrulega Ameríka var búin að vera einangruð í sko 1000 ára og þannig að þegar allir Evrópubúar byrja að flykkjast til Norður-Ameríku þá var ekki tilvíðunlega að straumurinn beinist fyrst og fremst til Norður-Ameríku og náttúrulega hluta til vegna þess að það var svo lítið af fólki á mörgum stöðum. Síðan auðvitað var þetta hluta af sögunni að þessir þá ættbólkar sem eftir voru, þeir sem náttúrulega lifða alltaf einhverju sem lifa af sjúkdómana auðvitað var þeim sem hægt og rólega, þú veist, hræktir frá löndunum eða sumi var hreinlega bara þurrkaður út, þú veist, Andrew Jackson til þess forseti Bandaríkjanna, þú veist, hann framdi skipulögð þjóðarmorð þess að hann er mjög umdeildur, sem vilja sumi fjarlægin af peningaseðlunum, ég man ekki, er hann ekki á $20 seðlunum eða eitthvað þannig. Já. Þannig að þú veist, en þetta er mjög eldfimt mál í Bandaríkjunum, sko. Þetta er mjög viðkvæm saga. Það er eðlilegt. Það er mjög eðlilegt. Sko, það er auðvitað eðlilegt vegna þess að
þú veist, þetta öll endurskoðunarhyggja verður náttúrulega alltaf viðkvæm, sko. Já. Þegar þú ert að challengea, sko, því sem hefur verið viðurkenndur sannleikur fyrir, þá verður það alltaf eldfimt. Já. En ég held samt að það sé fullkomlega eðlilegur hluti af þróun sögunar eða þróun sagfræði, skilur, og hún gengur alltaf í gegnum endurnýjingu, endurskoðun. Já. Og ný kynslóð lítur á söguna með öðrum augum. Og það er alltaf mismunandi sjónarhorn, og þegar Edward Gibbon er að sjá sig í spórum Rómverja, þá sér hann eitthvað annað eða upplifir eitthvað annað, því að það er líka alltaf þetta með, sko, að við hugsum alltaf, við setjum okkur í spór sögulegra fígúra og við hugsum, skilja, hvernig myndi ég bregðast við þessum aðstæðum, skilja, en þú veist, við hugsum ekki þannig, við hugsum þannig óbeint. Já, nákvæmlega. Já. Og það er alltaf líka svo erfitt með þetta, og það er oft hætta auðvitað á því að þegar maður er að tala um eitthvað í sögunni að maður heimfæri þá nútíma hugmyndir, maður fari inn í þennan anakronisma. Einmitt. Og til dæmis það er bara, þú veist, klassísk spurning til dæmis, bara eins og guðfræðinni, til dæmis var Jesú kristinn, það er náttúrulega bara Var hann kristinn? Já. Hann getur ekki verið kristinn, hann er Kristur. Nei, en síðan máli, þú veist, hann náttúrulega, þú getur ekki spurt það vegna þess að kristindómur, þú veist, það er eitthvað fyrirbrigði sem var til áratugum eftir hann og allt slíkt. Kristni var ekkert til þegar... Nei, það er eins með Karl Marx, þú veist, var Marx marxisti, var hann kommunist? Já, var hann marxisti. Var hann marxisti, þú veist, eða Calvin, var Calvin kalvinist? Þú veist, það er svona eiginlega merkengileg spurning, því að sko, þú ert að reyna að heimfara eitthvað fyrirbrigði sem var til eftir að þessi sögulega persóna var uppi, þá passar það ekkert. Þú veist, það er eins og að spyrja, þú veist, ok, myndi Karl Marx vera hrifinn af McDonald's í dag? Já. Jú, maður spurt spurningarnir upp á fönnið, en þú veist, það er alveg markingalist alltaf ekki að vera að tala um það. Eða hvað myndi Marx segja við internetinu eða upplýsingasamfélagið? Jú, það getur svo sem að reyna að spá og spilgur í það, en það er samt í raun og veru er það merkinguleg spurning. Það náttúrulega getur ekki, þú er náttúrulega að skilja hann út frá hans samtíma. Já. Og það er náttúrulega, og það gerist þetta oft að fólk er að heimfæra svona hugmyndir á söguna. Já. Og það er þetta skiljanlegt, við náttúrulega bara að reyna að skilja eitthvað sögulegt fyrirbrigði. Og þá náttúrulega notum við það sem við þekkjum, okkar eigin, paradigma, okkar eigin heimsýn, til þess að reyna að ná okkur niður uttalum það. En það var náttúrulega mikilvægt að vera sérstaklega gagnrýnin nútíð þetta. Já. Eins og bara það var áhugavert þegar ég var að skrifa þetta mína meistararitgerð helvíti, þá náttúrulega hugsaði ég það, ok, núna stend ég í hvað var að segja, kannski einhverju 2000 ára 3000 ára hefð þar sem ég er litaður auðvitað af miðalda hugmyndum helvíti, til dæmis frá Dante, þú veist, ef ég segi bara orðið helvíti, allir sjá fyrir sér eitthvað loga og eitthvað slíkt, þú veist, við erum búin að sjá endalausar bíómyndir og þætti og hvað það sem helvíti er sýnt einhvern veginn þannig, og meðan þú ert að vinna síðan með bók eins og niðurstigning á sögu, þú veist, þá er helvíti ekki þannig. Nei. Og þá verður maður í raun og veru, ok, núna verð ég að leggja allt þetta, allan þennan pakka einhvern veginn aðeins til hliðar og bara horfa á þetta. Það er rosalega erfitt auðvitað. En sagfræðingurinn auðvitað verður reyna að gera það. En segðu mér, eins og Dante, þegar hann er að tala um helvíti, sem var þetta ekki eitthvað lagskipt og eitthvað svo leið, sko. Já. Og síðan ertu með svo í Paradise Lost, sko, það sem verður að lýsa helvíti og sögunni af fallna englinum og allt þetta. Þessi verk eru væntanlega bókmenntaverk frekar heldur en guðfræðilega verk. Já. En byggja samt smáður örugglega á einhverjum bókstaf sem er hluti af einhverju kanón eða hvað. Já, að hluta til. Já. En það er bara svo, ég var að lesa bók núna eftir breskan sagfræðing, Carl Trueman. Bókin heitir Histories and Fallacies. Og það er áhugavert, þá talar hann aldrei um þetta, að hann hvetur sína nemendur alltaf til að, ok, ef þú ert að
kynna þér eitthvað, það rannsaka eitthvað sögulegt tímabil, ekki bara lesa sagnfræðina, heldur lesa líka bókmenntir eða trúarlega texta eða lesa vítt vegna þess að það hefur allt áhrif til dæmis, hvað var að segja, þú ætlar að lesa til dæmis Nietzsche eða þú ætlar að lesa, tökum bara mjög einfalt dæmi, eða þú ætlar að taka til dæmis bara Adolf Hitler og upptök seinni heimsstyrjaldar til dæmis þá er nöðsynlegt að reyna að skilja þetta fyrirbyrði Adolf Hitler og hugmynda eða heimsýn nasismann og svona þá verður maður að kynna sér til dæmis Nietzsche, þú verður að kynna líka Darwin og þróunarkenninguna þú verður að kynna þér allan svona hluti, þú verður að kynna þér bókmenntastrauma Karl Marx alveg, mjög mikilvæg hluti af þeirri sögu þú verður líka skoða sögulega atburði eins og fyrir heimsstyrjöld og slíkt og þá verður maður að reyna að skoða eins mikið og vítt og maður getur að því síðan fléttst þetta einhvern veginn saman það eins náttúrulega með Dante jú, það einhver smá biblíuvers hér og þar sem tala eitthvað helvíti síðan einhver kallar seinna mér sem búin að taka það upp og spila á það lengra eins og til dæmis í duggalsleiðslu og svona textum og síðan náttúrulega líka spurning við erum líka aðtöða á hans tíma Dante til þess að biblían ekki til í raun og sem ein bók heldur sem allar mismöndi bækur þetta 66 bækur eða þá bækur og bréfi eða hvernig maður kalla það og þá er líka spurning hvers konar sýn hafði hann á þetta í raun og veru hvaða texta var hann að lesa, hvað var hann ekki að lesa og sem getur þetta að blanda saman hvað eru bókmenntir hvað er línan þar á milli eða heimspeki eða hvað það er og til dæmis Dante var mikill stjórnmálafræðingur líka hann skrifaði náttúrulega líka rit stjórnmálafræði og var mjög virkur í pólitískum deilum og náttúrulega útlægi úr sinni heimaborg Hvaða heimaborg var hann frá? Hann var frá Flórens held ég Flórens? Já, minnum við Herru, nú ert þú að fara í langt sumafrí Já á litla bílnum Jöp En þú ætlar ekki að fara til Flórens? Nei, svo langt treysti ég mér ekki Þú ætlar að fara til Þýskalands, ekki? Jú Slesvík og Holtsettalands Já Til Lukkuborgar Kallega, Lukkuborgar Það er auðvitað ekki að vera Já, ég laka mikið til og ég ætla að laka mikið til að skoða Danavirki Já Það er hérna og svo held ég Heiðabær og það er fullt nefnilega af norrænum minjum þarna Það er einhver rúnasteinar og hitt og þetta og einmitt lakaði til ég ætla líka að fara til Jelling í hérna á Suðurjótlandi Það er svona upp á danska miðaldakonungsríkisins þar og það eru frægi rúnasteinar og þannig að ég hlakka mikið til að vera nefnilega svolítið að sökka mér í þetta En þegar þú ert upp í Norður-Raskati Já Er ekki stutt að keyra til Finnlands og Jú 1,5 til Finnlands eða 2 tíma til Finnlands Já Hefurðu komið þangað? Nei, það er á lista hjá okkur Það maður að gera það nú líkt og mér langar mikið ég er líka verið að spáði, mér langar til þess að keyra líka til Finnlands og Oulu, held að heiti það Oulu og síðan suðu til Helsingi og áfram mögulega taka á ferju þaðan síðan til Stokkólms eða keyra Álandseyjar taka svolítið svona hring þarna þá ef þeir búin að gera það og þeir búin að gera líka til Núrkap sem nýstu hluti Noregs þá er ég eiginlega bara búin að fara megni af Skandinavíu Nákvæmlega Það væri gaman Þetta er bara svo Ticket to Ride Skandinavía Já, nákvæmlega Það nýtt að tækifæra þegar maður býr hérna Norður-Raskati Já, Norður-Raskati En þetta verður síðasti þátturinn okkar núna fyrir sumafrí Já Við komum aftur í nektumenn í haust og við það var nú ekki hægt annað heldur en að við fengjum okkur kaffibolla settum staðins niður þó svo við hefum nú ekki verið með neitt svona sérstætt málefni að ræða í dag en við öðruvísi þáttur en það er líka bara út af tilefninu en við ætlum nú að fara að tala líka aðeins það var nú svolítið á döskráni hjá okkur við ætlum að fara að tala galdramálin á Íslandi líka og það er eitthvað sem að reynda alltaf fyndið því að það er nú bara tilvílin að alltaf þegar það hefur verið svolítið áhersla á 17. öldina hjá okkur í sögu Íslands, finnst mér veistu það ekki? Ég er nú að tala um Tyrkjaráni og tala um siðaskiptin og rétt, ég hef ekki hugsað út í það og hvað voru að tala um áttur? Já, við máttum að tala um það Jú, er ekki líka hann ekki Jón Lærði Jú, Jón Lærði, já, einmitt Nei, ekki Jón Lærði, Arngrímur Lærði Jú, en við höfum talað um báða Já Er þeir ekki á svipuðum tíma?
Ég held þessi bara ekki báðir á 17. Jú Það er þarna, hvað var ekki, brefis, Kommentarius kommentarius og allt Þetta þetta. er Ísland, já Já. Þannig að það er kannski en allavega það, sko, ástæðan fyrir að tala um galdramálin alltaf svo að sko, þú ert búin að segja við mig í mörg ár Já. held ég, ok, kannski ekki mörg ár en allavega mjög lengi, Já. að það sé eitthvað bóklikjandi á borðinu hjá það sem þið langast að tala um Já. Eða tvörít. Já, Það er þarna yfirlit yfir alla þessa galdradóma. já, En það versta er að ég hef ekkert búin að lesa í þeim. nei Það er þeim að mér sem ég langar mikið til þess að taka fyrir. Mér finnst áhugaverið auðvitað þessi galdramál á Íslandi. Já, Þetta var gefið út held ég bara núna fyrir nokkrum árum síðan. einmitt. Þarna galdur og guðlast á 17. öld. Já, Ég held að það sé mjög skemmtileg og áhugaverð lesning. Ég er bara ekki ennþá að setja það í forgang af því það er svona alltaf nóg að lesa en já, það verður einmitt gaman sko. Ég sé við þurfum að taka þátt um það núna í haust. í haust, sko Líka því að galdrarnir var alltaf svo öðruvísi á Íslandi. Þetta var eiginlega bara karlmenn sem voru dæmdir og Já, hitt ég og þetta nefnilega, svona. það er nefnilega svolítið merkilegt að sko galdrafárið er hluti af sko í rauninni alþjóðlegri hreyfingu skilur þú veist, Já. þetta er nýjasta nýtt þetta er skilur það sem er í gangi Já. en samt er Já. þetta ekki, þú veist, eins og maður einhvern veginn, þetta er alltaf spilað upp sko mítan af þessu, eða hvað ég segi mítan, þú veist, svona þessi hugmynd sem fólk hefur um galdrafárið skilur, Já. er þetta hafi verið eitthvað sem að sko náði yfir allt og alla, þú veist, það er bara verið að brenna fólk hérna alls staðar, það er svona, þessi svona hugmynd sem fólk hefur um það skilur, Já. en auðvitað voru ekkit allir að spá í þessu Nei. þetta voru þetta líka svolítið ekstrím hugmynd náttúrulega, náttúrulega. Og ég meina til mér eins og það er alveg fullt af prestum og biskupum í Íslandi sem voru ekkert sem Já, voru bara já. frekar, eins og Brynjólfur Sveinsson til mér var ekkert var hann frekar rólegur yfir svona galdramál Já. skilur Já. Og Og svo síðan einstaka einhverjir ofstoppa prestar Já. og eins og út að verið það verið svolítið mikið fyrir vestan líka sko, Já. vestfjörðum sko Já. og var ekki talað um þetta að við byrjað sko þegar þetta byrjaði sko þá var einhver nafngreindur prestur sem ég man ekki hvað heitir núna sem var nýkomin frá Þýskalandi skiljaði Danmörku Já. og þú veist það voru þetta hugmyndi sem var að flytja inn en það er mjög áhugaverður punktur sko þetta með kynjahlutföllin Já. vegna þess að sko það er önnur svona popkúltúr hugmyndi eða eitthvað sem maður hefur um galdrafárið Evrópu Já. er að þetta hafi verið svona næstuði kynbundið ofbeldi Já. gegn konum sko Já. og þetta hafi fyrst og fremst verið snúðust um að brenna nornir skilur Já. og síðan nefnilega er það akkurat öfugt á Íslandi sko og ekki bara ein kona sem var brend Jú, það minnir mig. Er þetta ekki 21 eða 22 dómar, galdradómar? já, Og ég einmitt, ég held þessi bara ein kona þar. já, Og síðan veit ég í Finnlandi, þar var þetta held ég 50-50. Það er svona næst því sem kemst þessu íslenska módeli. Og síðan er margar hliðir á þessu, það er svo áhugavert að margir sjá fyrir sér að þetta sé kannski mögulega eitthvað svona miðaldafyrirbrigði. já. En það var alls ekki, því kaþólska miðaldakirkjan var slétt sameiginlega galdra og svona, þeir voru frekar svona léttir á því þegar koma slíku og það sé maður líka að mun sko að kaþólska kirkjan var mjög lítið í galdramálum og til dæmis það er til rit eftir kaþólskan prest, hvort hann var ekki hlutar kaþólska eða spænska rannsóknarréttinum sem til þess var að rannsaka sko galdramál í þá Basklandi á norðurhluta Spánar. Hann segir þetta bara kjafta, það er ekki galdrar hérna og þú veist, það var bara svona að skjóta þetta niður og þeir hafðu lítinn áhuga á þessu og sér náttúrulega líka frækt rit eftir Reginald Scott í Bretlandi þar sem hann skrifa líka gegn göldrum og notar einmitt svona þá maður getur sett svona vísir að svona vísindahyggju og því sem var að rísa upp þar Francis Bacon til þess að vísindalega aðferð ég man ekki hvenær hann var uppi hvort Francis Bacon sé á svipuðum tíma hvort hann sé einhvern veginn á þessu reiki ef ég mann rétt. En allavega, það er með sér áhugavert að þá sér maður, þú veist, það er líka rætti gegn þessu en þetta er fyrst og fremst, mótmælanda fyrirbrigði, allar þessar galdrabrennur og þetta er ekki tilvíðun til dæmis að hvað heitir hann, Norna Hamarinn, það fræga rit kemur alltaf frá Þýskalandi og síðan voru menn, mikið, mótmælandur nota þetta náttúrulega mikið galdramálu þetta í, hjá púritönum í bandarsku nýlundunum. En svo er náttúrulega, þú veist, galdur náttúrulega ekkert nýtt fyrirbrigði á 17. öld, sko. Nei, ég meina, við höfum skilur
heimildir galdur í íslenskum miðaldaritum Já, og galdrastafir og svona já, einmitt og þú veist, og viðhorf til galdra hefur náttúrulega líka breyst, ég meina svo Já. til dæmis, þú veist, það er þessi miðaldari til dæmis þessi íslensku með Sæmund Fróða og þetta Já. skilur, þá er það svona allt öðruvísi viðhorf heldur en síðan í Allt annað. þessum réttrónaði sem síðan kemur Já, þarna. og það er alveg gaman, ég lesi nefnilega hans í þessum galdrabókum og í þessum gömlu handritum Einmitt. og galdrabækur og svona. Já. Það er mjög skemmtilega lesninga, allavega þulur sem maður á ekki að læra Algjörlega, hitt og þetta eins og þarna hvað einhverju bók sko frá sem er til í endurriti sko frá 18. öld eða eitthvað Já, ég var að skoða það þarna á bækur.is já, einmitt svona, þú veist, bara lista upp sko hérna, þessi galdrastafur er, þú veist, ef þú vilt láta konu verða ástfangna af þér, skilur já, já, og þessi galdrastafur, ef þú vilt, skilur losna við veikindi eða já, já. eitthvað svona sko Eitthvað svona og þetta er og myndir af öllum sem galdrastöfum maður og Já, og síðan kemur líka inn í svona jurtafræði og grasafræði og hvað slíkt, lækningar í kringum það og síðan sem að líka, þú veist, þetta líka kannski endurspeglar svona fátæktin líka í samfélaginu. Mikið af þessum galdraþulum eru uppteknar líka því, sko, hjálpaði við veiðar, hjálpaði við að læsa einhverju eða passa upp á eitthvað og slíkt. Þannig að, já, og svo alltaf þessi, þú veist, já, eilífu vandamál með ástamálin. ástamálin, sko, það er alltaf vandamál, sko. Já, það er alltaf vandamál. Þannig að það er mjög skemmtilegt að lesa þetta og síðan sér maður, þú veist, með svona galdraþulun náttúrulega allan heim. Alveg, sko, held að elstu, þú veist, leirtöflur frá Mesopótamíu. Eða Súmer, þú veist, þar hafa menn verið að finna allan einhverja galdraþulur. Eða eyðimörkin í Egyptalandi og svona. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt þema. Ég tók kurs í háskólum í Oslo, bara í þessum svona, hvað kallast það, svona norrænir galdrar og galdrafárið, já. Einmitt. Þannig að það var bara líka þátti gaman að lesa sko galdra þá í þessum ásatrúarsamfélagi. Já. Rúnir og seiður og allt þetta. Það er alveg stundum í þessum galdrabókum líka referensa í eitthvað svona Baldur og Óðinn og eitthvað svoleið, sko. Það verður svo, það er mér sannlega áhverð að það verður svo mikið svona bland eitthvað neina. Því síðan kemur líka kannski biblíuvers og eitthvað þannig og þetta er svona saman kurleila af hinu og þessu. Einmitt. Þú veist eins og þetta með einhver rúnastafi og síðan kannski biblíuvers líka og svo kannski kemur einhver heiðninni eða þú veist. En þetta hefur verið svolítið vinsælt málefni í, til dæmis í popkúltúr eða, hvað ég að segja eða sko ég get alveg ímyndað mér að þetta sé ekki eins og sem galdrafar á Íslandi þú veist, það hefur ekkert verið mikil áhersla kannski á rannsóknir þarna í sko fræðilegum vettvangi, ekkert, þú veist, það hefur ekkert eitthvað að vera, við erum ekkert að drukna í fræðilegum rannsóknum á þessu kannski sem ég þekki til en hins vegar þegar kemur að svona þú veist, svona almenningssögu og söguvitund skilur fólks, þá hefur þetta fengið svolítið mikla athygli og við sjáum það alveg, þú veist, að það eru söfn vísvegar sem fjallum hérna galdra á Íslandi og kemur fram í bókum ég tók eftir hérna Rökkurbísnir eftir Sjón já, það er mjög skemmtileg bók mæli mjög með henni og hérna og svo náttúrulega í sko íslenskum kvikmyndum sem að gerast á sögulegum tíma sem erum ekkert eitthvað, við erum ekkert að drukna í íslenskum kvikmyndum sem gerast á sögulegum tíma, þá náttúrulega eina af þeim er nú Myrkraðinginn til dæmis sem er skemmtileg mynd ég má svo eftir henni það er upplifun og bara, já, mikill áhuga á þessu þannig að það er það merkilegt dæmi, sko það sér maður líka bara svona í einmitt svona popculture frá Bandaríkjunum, þú veist, það er rosa mikið, þú veist, galdrar og eitthvað nornir og þú veist, allan út með, þú veist, Charmed-serían sem margir horfða og Buffy the Vampire Slayer og þú veist, hitt og þetta, eða til dæmis í öllu þessum Marvel-myndum núna í dag, sko, þú veist, það eru galdrar og hitt og þetta. Harry Potter náttúrulega er mjög gott dæmi. Hann náttúrulega setti, sko, galdur bara á dagskrá. Jep, og svo er að fara að koma núna ný seri þetta allt, þannig að það var örugglega nýtt galdræði. Já, Harry Potter. Já, þeir eru bara búið til sjónvarseríur. Þeir eru alveg rétt, já, ég heyrði það því maður.
þannig að það er bara undirbúið sig fyrir næsta galdrafár. Ert þú mikill Harry Potter maður? Já, ég ólst upp með bókunum, já, þannig Já. að ég lesi þetta allan tvisvar. Ég þreytist ekki á að benda á hólur í söguþræðinu. Já. Nei. Já, maður þarf svolítið svona suspension of disbelief. En talandi um þetta, þessi Lord of the Rings, nú þú mikill Lord of the Rings maður líka. Já. Þessi Lord of the Rings þáttaröð sem kom hann og hvað kom hún? Já, Amazon Prime, já. Það hefur nú ekki svona farið mikið fyrir því, finnst manni. Nei, það er líka valgjört klúður. Já. Þetta er ekki tringadótt þess að Nei. ég hef ekki orðið á þetta. Ég boykottaði þetta. Einmitt. Þetta er bara svo illa skrifað. En ég segi að línur úr svo svona, þetta er alveg afleitt og til dæmis þeir réðu þarna sérfræðing, Tolkien sérfræðing, sem ráku síðan, þetta hann var of mikið að gaggrina það fyrir að vera ekki að nýta efnið sem var til og síðan byrjuðu rithöfundarnir þarna bara að skrifa sem þeir vildu voru geta að fylgja kanon og þannig ég ekki að horfa á þetta. Þannig að þetta er drasl. En þetta er líka það er ástæð þetta er ekki unnin en einustu verðlaun, það fer eða ekkert fyrir þessari serju. Nei. Og það var bara 1/3 af þeim sem horfðu á fyrstu þáttunum sem kláruðu serjuna, þannig að þetta er eitt stærsta flopp bara á seinni tímum. Einmitt. Það er bara búið að gera allt sem menn geta til þess að reyna einhvern veginn svona fela það hvað þetta var mikið klúður. En það er spurning, það verður mjög erfitt fyrir þá þegar á að fara að gera Harry Potter þætti. Af því líka bara, þú veist, eins og allt útlitið á öllu og allir leikararnir, sérstaklega bara leikararnir til dæmis í myndunum, skilurðu. Og þú veist þessi svona þetta setting eins og það er sett upp í myndunum. Það hefur orðið svo ótrúlega dóminerandi fyrir það hvernig maður hugsar Harry Potter. Þegar þú segir, þegar við lásum bækurnar litlir, sko. Þá var hann alltaf búin að ímynda sér þetta eitthvað, en svo byrja myndirnar að koma út þá bara, þú veist, tekur það algjörlega yfir svona ímyndun manns á þessum heimi og að því að það er orðið svo ótrúlega established og hefur verið mjög vinsælt þá hlýtur að vera svolítið mikil áskorun að fara að gera þetta með nýjum leikurum og svona, en það er bara. En Rowling held ég er mikið þetta er hluti af verkefninu, þannig ég held að hún sé hafi tölvöld áhrif á það hver eru valdir til þess að leika hérna þessi hlutverk og þannig að hún en þetta er bara endurgerð á með bókunum, ekki? Já, en það er mikið sem var í bókunum sem kom aldrei inn í myndirnar. Það er auðvitað tækifærið þetta þó að gera meira af því. Einmitt. Það er hvort ekki hver bók að vera einn serja. Ég nú stundu tala fyrir því að það ætti nú að fara að gera eitthvað meira úr þessu universe, sko. Já. Eins og til dæmis þannig að sagan af kynslóðin á undan, sko, þannig að foreldrarnir og þegar þau voru ung, sko, allt það. Það getur verið mjög gaman að fylgjast með einhverju slíku. Það kemur örglegt í hann. Já, allir líkur á því, þannig að það er ýmislegt sem við erum að búa til. En mér er svolítið aðtrúlega með Lord of the Rings líka. Að því, sko, ég var að hlusta á eitthvað podcast, þar sem að menn voru að tala um, sko, þú veist, Lord of the Rings, sko, sem, sko, úr hvað sögulega, farvegi, það er runnið, sko. Og Tolkien, skilur, í sögulegu samhengi, og þú veist, hann var að skrifa Lord of the Rings, þetta vísar í rosalega mikið af, þú veist, fornu menningararfi og miðalda menningararfi og þú veist, og það sem að það líka gerir líka, þú veist, einhvern veginn það tekur, þú veist, þessi fyrirbæri dvergar og álfar og þú veist, orkar og eitthvað svona sem er til í, sko, miðalda hugmyndaheimi og kemur því á kortið, skilur, einhvern veginn og gerir það vinsælt, sko. Og Tolkien sjálfur leita og hann var að búa eða til, sko, góðsögn fyrir sinn samtíma. Hann var, þú veist, að hann er að búa til nýjan góðsagnaheim og hann auðvitað gerði það, þú veist, öll fantasía eftir Tolkien náttúrulega letuð af Tolkien eða eitthvað hátt og það er en síðan líka, þú veist, áhverða maður sé náttúrulega líka hluti þessu eins og bara fyrir heimsstyrildin er stór hluti af hringdóttsögu, innbyltingin. Nákvæmlega, það var það sem ég ætla að segja, það var í þessu podcastin ég var að hlusta, sko, það sem voru að analýsera þetta og hann að segja, sko, þú veist, þetta með sko, svona nostalgía fyrir, sko, sveitasamfélaginu, skilur Shire,
Já, það er og toppur. svo er náttúrulega Mordor og þeir skilur þeir eru sko að þeir eru að brenna skógin sko. Já. The forests will burn in the fires of industry Já, nákvæmlega. Það er flott lína hjá honum, Saruman. Öfitt, sko. Og líka tengist þessu sko að er ekki líka í þessu sko að koma heim eftir fyrir heimstyrjöldina Já. inn í sko samfélag sem að er orðið svo fyrt og ömulegt og atvinnuleysi og allt þetta sko. Og enginn gerir sér grein fyrir hvað þú gekkst í gegn. Það er eins og að Hobbitarnir þau komið tilbaka. Enginn veit að Fróði og Sámur og þessi kallar þeir voru í Mordor á öllum stöðum. Já. Fólki bara í sínu smáborgar að hugsa þetta eitthvað og gerir sér enga grein fyrir því. Og það var alltaf saman þetta fyrir hermennina sem börðust í Passendale og Somme og þessum stöðum fyrir heimstyrjöldina. Fólk heima gerir sér enga grein fyrir hvað gengur í gegn. Það er alltaf ótrúlega að hugsa til þess að þú veist, pældi í áhrifunum sem að svona dæmi eins og fyrir heimstyrjöldin hefur haft á þessa kynslóð. Já. Pældi að koma heim eftir svona. Já, það er ótrúlegt. Og ég hugsa til þess að núna, ég er 32 ára gamall. Í fyrir heimstyrjöldin þá er maður svona tiltölulega gamall að þú er kannski bara með 19 ára krakka, 18 ára krakka. Þú veist, þegar ég sé þessi 19 ára krakkar sem komið til okkur, ég kalla þau krakka vegna þau eru bara það, þetta eru bara ungi strákar og stelpur og sér hugsa maður til þess, ok, nú ert þú að fara í herbúning og færið riffiliðinn og nú ert þú að fara að læra að berjast og síðan, ef það bregst út stríð þá stríðið að fara að standa að falla með þér. Það er voðalega sérstakt það er mjög sérstakt og það getur ekki gert sér í hugalund, hvernig það hefur verið fyrir þessa kynslu að vera þarna eins og með Tolkien, hann misti megni af sínu vinum til þess í fyrir heimstyrjöldinni. Hópurinn sem hann fór með það misti þá í skotgrófunum. Sko, eins og þegar við vorum að tala hann Heródótus og fornöldina, manstu. Sko, þá var ég að sýna þér, manstu, hvernig maður yfirfæri ártölin yfir á þekkt ártöl, manstu. Og við getum gert það sama hér, ég meina, ég fættur 1989, þú fættur 1990. Ég meina, ef við hefum verið fættir 1889 og 1890, ég meina, þá hefðu við alveg passað inn í þessa kynslu, sko. 2014 til 2018, við bara munum eftir þessum ártölum hérna. Ég man alveg hvað ég var að gera á þessum tíma og ég man alveg hvernig, þú veist, fyrir mér er þetta alveg bara svona ágætis tjönk úr minni fortíð 2014 til 2018 að hugsaðir að þú hefur eitt að þú hefur eitt þessu tjönki af ævinni núna á vígstöðunum í á vestuvígstöðunum í Belgíu, sko og lifað af og þú er kannski í Þýskalandi 1923 hugsa sér maður það er ótrúlegt og það er líka áhuga hvað voru lífslíkunar? Það verður glöður að reikna ég veit það ekki ef þú kemur á vígvöllin 1918 ég menn ekki bara 90% líkur að þú veist að fara að deyja ég maður ekki don't quote me on this nei, en ég hef séð eitthvað tíma það eru himinháar ég hef séð tölulöfull kynnslóðarnir í seinni heimsstyrjöldinni í Sovétríkjunum strákarna sem voru þá 18, 19, 20, 22, 23 þegar stríðið bröst út og það er bara sturlun að sjá hversu stór hluti af þessum árgöngum voru drepnir og hversu fáu lifðu af en algjörlega en þetta er samt alveg svolítið magna hvað sko demografían í þessum löndum eins og til dæmis Rússlandi eða Sovétríkjunum eftir seinni heimsstyrjöldina 20 milljónir manna fórust eða í Þýskalandi líka náttúrulega eftir seinni heimsstyrjöldina en líka eftir fyrri það sem að það var fyrstu árin eftir stríðin alltaf rosalega ójafnt hlutfall milli karla og kvenna Þýskalandi sérstaklega það sem er líka óslega mikið karlmönnum voru ennþá út í en það er merkilegt hvað þetta er fljótt að jafna sig það er mjög áhugavert það hluta stúdíóti fyrir sig, sko það er til alveg góðar skýringar af því, sko svona fólksfjölda rannsóknir algjörlega en það er eins og einhvern veginn að það komið að fylgist að, sko þegar eru svona krísur að ég veit það ekki, hvort það sé eitthvað þá náttúrulegt í manninum að menn taki sér til og bæti upp þá sem fjallu það kemur alltaf boom það kemur boom boomers nákvæmlega þannig er ekki líka, ég menn þú sér þetta líka í dag að við veitum það alveg að það var fólks mikil aukning í fæðingu
barna á Íslandi til dæmis eftir hrunið sko. Já, einmitt. Það til dæmis talaði að 2009 eða 2010 árgangurinn sé bara mjög stór. Já, en síðan líka því við erum að tala hvað þetta mótandi náttúrulega að fara gegnum eitthvað svona. Þessi sagfræðingur sem ég lesa, Truman, hann talar það líka, hann lasa bók sem fjallaði sko þessa menn sem komu Winston Churchill til valda í seinni heimsstyrjöld. Að það sem hafa einkennt þennan hópa, þetta voru sko tiltölu ungi menn sem höfðu einmitt barist í fyrri heimsstyrjöldinni og litu niður á það sem ekki börðust. Þetta var svona pólitískur hópur þá í breska þinginu sem hjálpuðu honum. Það er allir með eitthvað sem ég með þessa bók á lista, ég ætla að reyna að lesa hana kannski núna í sumar. Það er líka mjög áhugavert, því þú veist, það auðvitað getur ekki heldur ímyndað sér hvernig það var, þú veist, en maður sér það, öll þessi samfélög rosalega lituð af því. Já. Þú veist að þeir sem dominir í raun og veru kannski í pólitíkinni síðan og næstum það voru þeir sem börðust í fyrri heimsstyrjöldinni. Það er ekki tilvíðun til þess að Hitler barðist náttúrulega fyrir heimsstyrjöldinni og þessir aðar nasistar, þú veist, þeir voru allir með sína sögu, eða allar þessar fastarhefingar eða hvað það var, þú veist, eða Churchill og slíkt. Já. Þó að hann að Churchill barðist nú ekki fyrir, þegar hann var rekinn úr flóttamálaráðuneytinu, þá fekk hann ekki eitthvað stöðu í hernum held ég. En hann náttúrulega hafði verið í hernum áður, hann barðist í orrustunni hérna við Omdurman eða upp úr því hefna fyrir það að hvað hét hann? The Mad Magi eða eitthvað þannig sem var öfga íslamsku leiðtogi sem hafði þurrkað út alveg rétt, einhverja breska hvað kallaði hersveit. Ertu að tala í Súdan? Í Súdan og það, einmitt, við þurfum að tala líka, Khartoum. Við þurfum að tala með Churchill. Churchill er sko bara kapl út fyrir sig, sko. Ævintýra maður dauðans, það sem hann ekki gerði. Einmitt. Það var ótrúlegt. Man eftir einhverju mynd, ég sá hverja myndum þetta í Súdan. Já, ég er bara að horfa á það. Gaurinn hvað heitir leikarinn hann sem að... Ekki Michael Caine? Nei, hvað heitir leikarinn sem leikur aftur hann að Superman í Smallville? Maður ekki. Hann lék í þessari mynd. Þú var svona rauðum búningum með svona hvíta hatta. Já, einmitt. Já, Khartoum. Það er alltaf sko, en þetta voru einhverju rosalegir þetta voru rosalega blóðugt allt saman það sem þessi The Mad Magi hvað heitir það? Já. Tökum það fyrir haust. Herðu, eigum við kannski bara að fara að fá okkur að borða? Ég er bara alltaf svona. Já, vákvæðtími líði þegar við byrjum að spjalla. Það er bara fleðis. En áður en að ég kveði, eða áður en við förum út í sólina, þá ætlum ég að gefa þig gjöf. Ok. Já, ég er spenntur. Og ég ákvað að bíða með það við vorum komin hérna í útsendinguna. Ok. Það er nú þannig að við þurfum nú bráðum að fara að selja merch. Þetta er geggjað maður. Þannig að þú ert fyrsti handhafi sögurskoðum bólsins. Sögurskoðum bólur. Þetta er geggjað maður. Já, það er spurning hvort að þetta er algjör snild. Það er spurning hvort við ættum ekki að fara að opna svona netbúð og selja svona kaffibálla og bóli með þessi. Já. Eða límiða til að setja á tölvuna sína eða eitthvað. Það er gaman, ég hef leimt tilöfni einmitt núna 70. þátturinn og það var tók ég einmitt með 2 vindla sem verður einmitt gott að kveiki núna í kvöld. Já, það að fagna afmælinu. Nákvæmlega. Já, er þeir ekki kúpveskir? Núna verður ég eiginlega bara ég grínast með það, ég er eiginlega svona cigar curious. Já, þannig að það gæti verið en nei, hvort að það sé ekki frá þetta er allan eitthvað frá Mið-Ameríku. Við ætlum bara að lykta þeim sko, því að við náttúrulega reykjum ekki og við styðjum ekki tóbaksneyslu sko. Nei. Þannig að bara svo það sé sagt. Það segja þetta gott í bili gott fólk. Við þökkum fyrir okkur hér í dag á Hlaðvarpinu Söguskoðun og snúum aftur hér í haust með einhverja nýja dagskrá. Fjallhress er að svolsögðu svo alltaf og í millitíðinni þá hvetjum við hlustendur til þess að like okkur á Facebook og það er auðvitað alltaf þetta að hafa sambandi okkur við höfum nú stundu fengið tilögur frá hlustendum um málefnum að ræða sem er líka komið á lista hjá okkur málefni sem við ætlum að ræða í haust.
Já, sem að góðu hlustundur hafa mælt með. Það er þetta að hafa samband við okkur á Facebook eða á sögurskoðun@gmail.com og svo er nú aldrei vitan ef maður fara í bráðum að koma hérna stórsókn. Það er alltaf handa með hotnið hjá okkur, sko. Það er stórsókn á samfélagsmiðlum og í vefmálum. já, Það er svona alltaf á leiðinni, sko. alltaf leiðin. Eru það ekki bara góðir í bili? Já, þetta komið gott. Þakka fyrir okkur í dag og verið sæl.